Komið sæl, Birgir Þór heiti ég og þér eru að horfa á Motorsport hér á Stöð 2. Í þættinum í kvöld loka umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri AST torfæran sem framfór á Hellu á laugardaginn var. Það voru 25 keppendur skráðu til leiks og það mættu tæplega 3000 áhorfendur til að fylgjast með mjög spennandi keppni. Úrslit réðust ekki fyrr en í síðustu umferðinni í sérútbúnaflokknum en heldur fyrr í götubílaflokki. Fyrir keppnina áttu 4 möguleika á meistaratitli í hvorum flokki og það þurfti ýmislegt að gerast í keppni en við komum nánar að því á eftir. Rétt fyrir keppnina þá lenti einn þeirra, Gunnar Egilsson, í því að það kviknaði í skiptingunni í bílnum hjá honum. Hann þurfti að leggjast undir bílinn korter fyrir klukkan 1 þegar aðeins korter var í það að keppnin hæfist. Honum tókst að gera við og mæta í fyrstu þraut. Einar Gunnlaugsson er einn þeirra sem á möguleika en ætlaði sér Íslandsmeistaratitilinn í dag. Þetta er, já, ég ætla að vinna í dag allavega. Svo mörg voru þau orð. Hann vissi það, hann þurfti að lenda í fyrsta sæti og þetta var ekki alveg í hans höndum. Því Gísli Gunnar Jónsson varð að vera í 5. sæti eða neðar. En þá í fyrstu þraut, hér kemur Sigurður Þórn Jónsson. Hann hefur ekki gengið sem skildi í sumar, átti talsverðar bilanir að stríða en upp á síðkasti í síðustu keppnum hefur honum þó tekist að halda bílinn í lagi. Hann fær hér 200 stig fyrir fyrstu þraut. Sigurður Axelsson lenti í 4. sæti í Íslandsmótinu í fyrra og hann hefur verið með ýmsa aðila til þess að styrkja sig í sumar, AEG og síðan Colgate og núna er það Psycho, hvernig svo sem má skilja það. En það bendir nú væntanlega ekki til Sigurðar, heldur að þetta vélsmiðja sem er auglýs á bílnum hjá honum og hann fær 280 stig hérna fyrir þrautina, 300 stig fyrir lengd og 20 refsistig. Vel gert hjá honum. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Þetta er talsverður hliðarhalli sem menn þurfa að berjast við þarna í upphafi. Það var svolítið athyglisvert að sjá að topparnir átti í vandræðum með þetta. Gísli er mjög neðarlega hérna, tekur þarna dekk á mikilli refsingu. 1995 að þá braut hann allt undir bílnum sem hægt var að brjóta í fyrstu þraut og hann ætlaði ekki að láta það koma fyrir aftur. Sló af hérna í lokin, ætlaði bara að príla upp á bakkan en honum tókst það ekki, fekk aðeins 190 stig. Þá var það Haraldur Pétursson. Og rennur hérna allt og langt niður, komið niður fyrir dekkin, út fyrir braut og það var enginn til að flagga hann út og því gerðist þetta. En myndavélinn slapp sem betur fer og jafnframt Bergsteinn Björgúlfsson, myndatökumaður, kom svo til skjól undir úlpuna sína en Haraldur fekk 0 stig á meðan Helgi Sjött fekk 30. Sjáum það að topparnir eru í vandræðum þarna strax í fyrstu þraut. Gunnar Egilsson ekki alveg búinn að jafna sig eftir það að hafa þurft að gera við bílinn, fær aðeins 150 stig og þá er það Einar Gunnlaugsson. Það voru þeir Haraldur Pétursson, Einar Gunnlaugsson og Gunnar Egilsson sem að allir þurftu hver sig að lenda í fyrsta sæti eða ætluðu að ná titlinum. Og það byrjaði ekki vel hjá Haraldi eins og við sáum áðan, 0 stig úr fyrstu þraut en hér fær Einar Gunnlaugsson 260. Ásgeir Jamil Allansson. 7. sæti í Íslandsmótinu í fyrra og fær 300 stig hérna fyrir fyrstu þraut, vel gert hjá honum. Og staðan eftir fyrstu þraut, Ásgeir Jamil Allansson efstur með fullt hús stiga, Sigurður Axelsson í 2. sæti, Einar Gunnlaugsson í 3., Gísli Gunnar Jónsson í 7. og það er ekki nóg fyrir hann. Gunnar Egilsson í 8. og Haraldur Pétursson ekki einu svona á blaði. Þraut nr. 2, Sturla Jónsson hefur átt í vandræði með bílinn og á það enn. Og það var Sigurður Axelsson. Þetta var tímaþraut og því fengust því að mönnum aðeins refsaði 10 stig fyrir hvert dekk sem þeir tóku og hér upp á hæðinni og framhaldið af því var svo lítið erfiðu staður. Hér er vinstri beygja og það mátti ekki fara of langt niður yttir. Sigurður nær þessu. Nú reglur segja til það að einungis megi gera 2 tilraunir við hverja hindrun sem að í brautin er og síðan er það matsatriði dómara hvað telst vera hindrun. Er það svæðið sem að liggur á milli liðana, er það hliðin sjálf eða einstakar brekkur. Hér fær Sigurður 200 stig, komið 480. Þá er það Gísli Jónsson, byrjar á því að snerta eitt eitthvað, tekur á sig 10 refsistig og önnur 10. Tímaþraut er þannig að hann gefur 300 stig fyrir.
hliðinu þarna frá tilraunir. Núna, að mati dómarana þá var þetta fyrsta bakk hjá honum ekki tilraun við neina torfæru og þeir dæmdu það að hann væri inn í braut og fengi að halda áfram. Fékk 150 stig fyrir brautina og eftir að keppni lauk að þá gerði Einar Gunnlaugsson athugasemd við þetta, kærði þann úrskurð dómara að Gísli skyldi hafa fengið þetta mörg stig í brautinni og það gerði Einar vegna þess að í næstsíðustu keppni sem var fyrri umferð heimsbikarkeppninnar á þessu ári, þar var hann flaggaður út að hans mati við nákvæmlega sömu aðstæður og hann vildi því láta eitt yfir alla ganga. En dómnefnd sá ekki ástæðu til þess að breyta úrskurði dómara en sjáðu hér fer Gunnar Egilsson út fyrir. Bakkar, gerir aðra tilraun, hittir ekki á hliðið, bakkar aftur og kemur og gerir aðra tilraun, fær samt að halda áfram. Nú það sem ég ætlaði að segja var það ef að dómnefnd hefði tekið þá ákvörðun að Gísli hefði brotið af sér þarna, eða réttar að segja að dómararnir hefði ekki dæmt rétt, að þá hefði dómnefnd aðeins haft einn möguleika í stöðinu og það var það að fella niður þrautina í heild sinni þannig að engin keppandi hefði fengið stig og það hefði að lokum ekki breytt úrslitum í Íslandsmótinu. Það hefði hins vegar breytt úrslitum í þessari keppni. Ásgeir Jamil Allansson hérna. Þetta var ekki hindrun fyrir hann og hann fær 210 stig, kom með 510 eftir 2 þrautir og Einar Gunnlaugsson komin upp í fyrsta seti með 530, Ásgeir Jamil Allansson með 510. Gísli Gunnar Jónsson enn í 7. sæti og Gunnar Egilsson í 8. og Haraldur Pétursson ekki enn á blaði. En Haraldur Pétursson og Gunnar Egilsson hefðu báðir þurft á 1. sætinu að halda eins og Einar Gunnlaugsson. 3. þraut og það er Sigurður Axelsson. Í lokin er klöpp og þannig háttar til á Hellu að menn eru aldrei vissir það hvort að klöppin sem er fyrir framan á brotnar og gefur eftir eða er grjóthörð eins og klappir eru almennt. Hér fær Sigurður 170 stig. Gísli Gunnar Jónsson snerti hérna dekk, mínus 20 stig. Þess vegna eru menn ekki alltaf alveg vissir hvort það á að fara á fullum hraða í þessar sandklappir. Og enn bjargar Gísli sér hér frá veltu. 210 stig, komið 550 stig. Hann hefði þurft á því að halda að fara þarna upp. Hann var í 7. sæti. Það var Haraldur Pétursson. 0 úr 1. þraut. Dýrkeypt. Hann fær 280 stig hér og komið 480 eftir 3 þrautir af 900 mögulegum. Það er rétt rúmlega helmings árangur. Og sjáu þið Helga sér 300 stig. Fallega gert. Og Gunnar Egilsson. Það tók hann svolítinn tíma að jafna sig eftir það stríð að þurfa að skipta gírkassa rétt fyrir keppnina. Hann tekur að sjálfsögðu svolítinn kraft úr mönnum og hann fær aðeins 160 stig hérna. Einar Gunnlaugsson var í forystunni fyrir þessa þraut. Nei, það var eins og hann misti kraft eitt augnablik þarna. Hann fær 210, komið 740. Það var Ásgeir Jamil. Var að ógna Einari Gunnlaugssoni í 1. sæti þarna fyrir þessa þraut. Og upp á fer hann og 290 stig, 800 stig samtals. Ragnar Skúlason lenti í öðru sæti í fyrstu umferð á Akureyri í sumar en síðan hefur eilíft síð á ógefliðina þegar Íður hefur tekið á hverja keppni fyrir sig. Hann fær þó 270 stig hérna, komið 492. Og staðan Ásgeir Jamil Allansson kominn í 1. sæti, Einar kominn niður í 2. Gísli Gunnar Jónsson enn í 7. og undir þessum kringumstæðum þá mun Gísli verða Íslandsmeistari. En keppni er rétt að byrja, 4. þraut. Það eru 8 þrautir reknar í keppninni á Hellu, þar af 3 tímabrautir og inn á milli voru svo auðveldar og fljótlegar þrautir. Gísli fær 300 stig hér. Haraldur gerir hér aðra aðförð af myndatökumanni okkar, 275 stig. Og Helgi, 290, 10 stig fyrir dekkið í endahliðinu. Þá er það Gísli Sigurðsson og Komatsu
hefur ekki verið mikið með í sumar. Það er hér 300 stig, komið 580 og Einar Gunnlaugsson á 300 stig. Hún var auðveld þegar á leið fyrir flesta keppendur en sumum tókst þó að gera svolítinn skurk og fyrir þessa veltu fékk Sigurður Þ. Jónsson sérstöku verðlaun þar sem þetta var eina veltan í þessari keppni og það þykir svolítið undarlegt í torfærukeppnum á Íslandi. Þær hafa stundum verið svo margar að menn hafa hætt að telja við 12. Kemur svona fallega út úr þessu og fulla stjórn á bílnum og kemur í gegnum uppasliðið aftur. Glæsilega gert. Sigurður Axelsson. Já, veglega gert. 300 stig, 350 að 1200 mögulegum. Guðbjörn Óskarsson. Já takk. 250 stig. Og Ásgeir Jamil Erlandsson misti niður hraðan þarna í þessari braut, hann var í forystunni og það kostaði hann fyrsta sætið og Einar Gunnlaugsson situr þar nú með 1040 stig, Sigurður Axelsson í öðru, Gísli Gunnar Jónsson kominn upp í 5. sæti. En það er ekki nóg, Einar verður Íslandsmeistari miðað við þessi úrslit og þá er það 5. þraut, það var tímaþraut. Haraldur Pétursson hér á ferð. Þessi bifreið var sett borð í Cargolfsflugvél á sunnudaginn var og flogið með hana, þar sé bifreiðina til Luxemborgar þar sem hún verður sett á bíl og keyrt verður með hana til Monaco. En nú næstu helgi er sölusýning á íþróttaefni í Monaco og þar eru okkar menn mættir með Fox Sport International sér við hlið og ætlum að gera svolítið skurk í því að dreifa þessu víðar heldur en nú er. Nú þegar í 102 löndum og tæplega 700 milljónir manna geta fylgst með þessu og það getur glatt menn eins og Helga Sjött. Allavega tók hann besta tíman í þessari braut, fekk 280 stig og kom með 1110 stig. Einar Gunnlaugsson var í forystunni, veit að það má ekkert út að bregða hér. Það eru 3 þrautir eftir þegar þessari þraut er lokið. Svo lítið lúmskur þessi bakki þarna í endan og Einar Gunnlaugsson fór ekki upp fyrir í annari tilraun og meðan gekk klukkan og hann fekk 170 stig. Bara Ásgeir Jamil. Arnar Hermannsson á síðustu þraut þar sem hann stoppaði inn í miðri. Ásgeir Jamil hefur mjög oft verið nálægt því að taka besta tíman og reyndar stundum tekið besta tíman í tímaþrautum. Komið upp á en ekki gegnum hliðið. Já, 170 stig, 1090 og Sigurður Axelsson var í öðru sæti. Þetta fjórða sæti í Íslandsmótinu í fyrra varð mjög nálægt því að blanda sér í baráttuna heimsbikartitilinn í fyrra en hefur ekki alveg sýnt sitt rétta andlit á þessu ári. Vantað hest við munum upp á að ná góðum árangri, hann fær 170 stig hérna af 11 og komið með 1120 stig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Frá því hann gerði breytingar á þessum bíl í júnímánuði ætla ég að segja, þá hefur Gísli tekið bestan tíman í þeim tímabrautum sem hann hefur mætt í. Sjáðu bílinn lendir hérna og kemur smellur og Gísli var þess fullviss að hann hefði farið úr framdrifinu en það má sjá það að það er engin sandur sem kemur frá framhjólunum. Hann er komin úr framdrifinu og nú er spurning hvort að Gísli kemst upp á afturdrifinu einu saman. Gott tillöp og í stökkinu þá brotnaði dempar eða framann og það var farið beint í viðgerðarsvæði til þess að gera við það. Og Páll Þormar hélt upp á 5. afmælið sitt 4 dögum fyrir keppnina en það gekk í rauninni allt á afturfótunum í keppninni og hann hafnaði að lokum í næstnæsta sæti.
50 og 4 dögum betur og í torfærunni íslensku og staðan eftir 5 þrautir Einar Gunnlaugsson með 1210 stig, Sigurður Axelsson 1120, Helgi Sjöfn með 1110 og Gísli Gunnar Jónsson er þannig í 7. sæti og sjáðu Harald Pétursson, hann er komin upp í 7. sæti þrátt fyrir að vanta ein 300 stig úr fyrstu þraut. 7. og 3. síðasta þraut, auðveld þraut. Það er Einar Gunnlaugsson, hér þurfa menn bara að vanda sig og þessi sáli er ekki að snerta dekkin, Einar gerir það nú hér. 20 stig í refsingu, 280 stig, komið 1490, þá er það Ásgeir Jamil. Leiddi á tímabili og hann tekur líka dekkið þarna á 20 stigum í mínus. Það er í 3. sæti fyrir þessa þraut, það er 280 stig og Sigurður Þ. Jónsson. Þetta er rétta leið en tekur dekk í endahliðunum, 290 stig. Keppnin orðin það jöfn að 10 stig til eða frá geta þó skipt sköpum og Sturla loksins kom með bílinn í lag og áhorfendur voru ánægðir með það þegar hann fór hér upp en hann fór bara ekki upp, fékk aðeins 220 stig. Það voru allir farnir að klappa en það vantaði hestlumuninn og Guðbjörn Óskarsson aðeins farinn að færa sig upp á skafti, gekk illa í fyrstu þrautunum en var farinn að blanda sér þarna í toppbaráttuna, fær 300 stig, vel gert í honum. Næstur í þessa þraut átti að vera Gísli Gunnar Jónsson. En einhver hluta vegna þá eru þeir ekki enn lagðir af stað. Þessar myndir er reyndar teknar örlítið fyrr. Það er að klára að gera við sprungið dekk. Við skulum heyra í Gísla hvað hann hafði síðustu þraut að segja og hvað hefði komið fyrir bílinn. Mín vegna. Salla rólegur. Gísli, hvað kom upp að hjá? Það var náttúrulega ómerkilegt. Það vissi brotnaði dempari hérna þegar ég lendi. Eitthvað högg hérna sem hann fekk og hann fór úr hérna drifi. Rökk úr hérna framdrif. Þú ert ekki með það tvöfalt eins og nýtróið? Sjáðu þetta. Gísli er að gera sér grein fyrir því að það er nú ekki bara svo einfalt hann hafi hrokkið úr framdrifinu. Veit það ekki? Þetta er í ganga aðeins. Hann hættir viðtælinu og nú vil hann komast að því hvað er að gerast því að það er kominn tími á hann á að fara að mæta í þrautina og það er greinlegt að það er ekki að hreyfa bílinn og tíminn orðinn naumur, tíminn sem er leið frá því að þeir komu upp úr síðustu þraut og fram til þessa tíma hefði verið nýtanlegur til þess að gera við. Sáum það afturhjóli spólað þarna aðeins en framhjólinn er alveg föst. Þannig að þeir eru núna í vafa hvað það er sem að er að. Og nú voru góður á dýr, 300 stig sem kannski fari í súginn og þar með Íslandsmeistaratitillinn. Í heimsbikarkeppninni þá gerðist það í síðustu þraut eða fyrir síðustu þraut að bilun varð í bílnum. Og þeir eru búin að komast að því að millikassin er brotinn, það er annar girkassi með og millikassi þar áfastur. Í síðari umferð heimsbikarkeppninnar þá, eins og sagði, gerðist það að Gísli hélt að þeir væru búin að gera við þær bilanir sem að kom í ljós eftir veltu. Þið uppgötuðu þetta ekki hérna bara núna? Nei. Það er marga gildur í þessu. Þetta er framdrif fyrst og var að millikassin. Verður næstu þrautum? Það er mér, það er þetta. Ja, hann heldur jafnvel að hann missi af næstu þraut og þar með var Íslandsmeistaratitillinn fokinn út í veður og vind, rétt eins og heimsbikartitillinn í keppni fyrir 2 vikum. Og reglur eru þær að menn hafa mínútu til þess að koma sér á ráslínu. Ef þeir eru ekki mættir þegar að þeim er komið, þá eru þeir settir aftur fyrir og þeim er refsað þá strax 60 stig. Haraldur Pétursson kominn að stað, þannig að það þýðir það að Gísli þarf að fara aftur fyrir ef hann mætir. Haraldur fær 300 stig. Hann rétt snertir þarna dekkið. Fær 280 stig. Og þá er það Sigurður Axelsson. Og svo er spurning hvernig á að setja klukkuna í gang með þessa mínútu og hvort menn eiga að fá mínútu bæði til þess að koma þegar það er átt að fara og svo aftur aðra mínútu þegar þeir eiga að mæta aftur fyrir. Og Gísli slapp inn á síðustu sekúndum, kannski vegna þess að reglur eru ekki nægilega skýrar um það hvernig á að taka tímann.
og hann fekk 240 stig og lukkudísirnar voru með honum þarna, verð ég að segja. En takk eftir þessu, hann er ekki einu svona á blaði yfir 8 efstu menn, hann situr nefnilega í 9. sæti með 1250 stig. Hann þarf að komast upp í 4. eða hann þarf að vonast til þess að Einar Gunnlaugsson nái ekki fyrsta sætin í keppninni. Einar Gunnlaugsson fer hérna fyrstur í næstsíðustu þraut sem er tímaþraut. Og þegar hann kemur út í vatnið að þá verður bilun í rafmagnsbólu sem að hleypir bensíni inn á vélina þegar að hún á að fá nítró og mikið magna bensíni. Þessi spóla bilaði og því fékk vélinn ekki nægilega mikið bensín. Þess vegna komu þessar sprengingar og það dró úr hraðanum þannig að hann flaut ekki allavega yfir. Og Einar var í vandræðum alla tímabrautina. Þetta er braut sem á að taka 30 til 35 sekúndur að aka. Hann drepur hér á klukkan gengur, hann veit hann verður að klára. Kemur bílinn í gang, búinn að skrúa fyrir nítróið. Þannig að hann hlýtur að geta að klára þetta. Nei, og klukkan gengur og gengur og gengur. Og hann kemur í mark á tímanum 1:02. Hann fekk aðeins 180 stig fyrir þessa þraut. Þar sem aðrir keppendur voru á milli hans og besta tímans. Hér kemur Ásgeir Jamil Allansson. Fór á 30 sekúndum. Það er helmings þess tíma sem Einar var að keyra brautina. Og þar með dró allverulega úr forskoti Einars fyrir síðustu þraut. Ásgeir Jamil flýtur þetta alla leið 230 stig, 240 stig fyrir besta, eða réttara sagt 4. besta tíman og 10 refsistig fyrir að taka dekk. Þá er það Ragnar Skúlason. Hann drekkti sínum bíl þarna og satt fastur, fekk aðeins 48 stig fyrir sína tilraun og Sturla Jónsson var í vandræðum þarna eins og í öðrum þrautum. En hann hefur áhörendur með sér og þeir klappa honum lof í lóa og það er nokkuð víst að Sturla á eftir að blanda sér í toppbaráttuna í sérútbánaflokknum á næsta ári. Hann fær hér 160 stig, lögkeppni með rétt rúmlega 700 stigum. Þá er það Sigurður Axelsson, var í öðru sæti. Hann fekk 200 stig og Guðbjörn Óskarsson á bíl sem var smíðaður síðastliðinn vetur og er nú til sölu, fekk 250 stig og þá var komið að Gísla Gunnar Jónssoni í 9. sæti og þurfti að komast upp í 4. sæti til þess að ná Íslandsmeistaratitlinum. Einar Gunnlaugsson búinn að standa sig eins og hetja, búinn að vera í forystunni síðan í 3. þraut. Þó hún hafði minnkað hér í þessari. Og Gísli, hann gaf ekkert eftir. Hann tók besta tíman og fekk 290 stig og mikinn fögnuð, mikið klapp frá áhorfendum. Haraldur Pétursson sagði hvað hann flýtur vel. En 300 stigin sem hann tapaði í fyrstu þraut reyndust honum dýrkeypt í þessari keppni. Hann átti aldrei möguleika á því að blanda sér af neinni alvöru í slaginu fyrsta sætið eftir þær ófærir. En hann er eins og kunnugt Íslandsmeistari síðastliðna 2 ára og heimsbikarmeistari á síðastliðnu ári, en Ingi Már Björnsson heimsbikarmeistari á þessu ári, ára Helgi Sjött í toppslagnum eins og Sigurður Axelsson, Einar Gunnlaugsson og Ásgeir Jamil Allansson. Hefur á og til í sumar átt í basli með að nítróið kæmi inn í réttu magni. Náði besta tímanum í næst síðustu þraut, talið héðan, sem var tímaþraut. Hann fær hér 220 stig, komið 1610 og Ingi Már heimsbikarmeistari. Þetta var ekki hans dagur. Hann kláraði alla sína lukku í síðari umferð heimsbikarkeppninnar, þar sem hann meðal annars var með fullt hús stiga eftir 5 þrautir. Það er hans 96 stig hér úr þessari þraut. Og Gunnar Egilsson, Ólani byrjaði fyrir keppnina og Ólaninu lauk í næst síðustu þraut. Hér á sprungnu vinstra megin að aftan. Og kannski þess vegna fer hann skakkur út í ána og kveikjukerfið gaf sig
væntanlega vegna of mikils álags af vatni, en staðan þegar ein þraut eftir: Einar Gunnlaugsson 1670 stig, Sigurður Axelsson í öðru, Helgi Sjött í þriðja, Gísli Gunnar Jónsson kominn úr 9. upp í það 7. Það eru Sigurður Axelsson, Helgi Sjött, Ásgeir Jamil Allansson og Haraldur Pétursson sem eru þarna á milli Gísla og 4. sætis. Þannig einhverjir þessara tveggja verða að gera mistök í mýrinni. Ásgeir Jamil Allansson fyrir fyrstur. Og mýrin var rekin sem venjuleg þraut en eftir reglum tímaþrautar. Þannig að 300 stig fást fyrir að klára þrautin og aðeins 10 refsistig fyrir hvert merki sem menn fella og það mátti bakka eins oft eins og menn vildu. En þó aðeins gera eina tilraun við hverja þraut. Og Ásgeir Jamil Allansson, hann fékk í þessari þraut 250 stig. Og Guðbjörn Óskarsson 290 stig og kom með 18 stig, aldrei búinn að klífa upp stigann. En hér er það Gísli Gunnar Jónsson, hann varð að klára, Vigdís kona hans vissi það og áhorfendur vissu það. Og nú skulum við bara fylgjast með. Snýra við hana og tekur svo spýtuna. Ég held að sé sloppinn, og svo? Já, en þetta ekki búið fyrir að búið? Já, hann klárar þetta, Með stæl! Já. Eitt eina stigur. Hvað gerist nú? Hann bara að halda hraðann. Já, taugaspennan var mikil. Hann fekk 280 stig hérna, en hann þurfti samt sem áður að treysta til dæmis á Harald Pétursson. Ef Haraldur Pétursson stoppaði í mýrinni þá yrði Gísli orðinn Íslandsmeistari. Og það var mikilvægt fyrir Harald að klára mýrina því að sæti í Íslandsmótinu skipta máli þegar menn reyna að selja auglýsingar á bílana sína næsta ár. Haraldur gerði mistök, fór á lítil dekk og fekk hans 80 stig. Já, pínu feiminn, en loksins búinn að bíða eftir þessu síðan 1993 þegar hann var síðast Íslandsmeistari. Búinn að vera í öðru sætinu síðan, en þá er það Helgi Sjött. Helgi Sjött ætlaði sér að klára. Hans frammistaða góð allt fram á síðustu stundum og nú skipti ekki máli þó hann tæki sigurinn af Einari Gunnlaugssyni. Þar sem að enginn gat ógnað Íslandsmeistaratitli Gísla G. Þannig að Helgi ætlaði sér að reyna. En nýtróið búið og það er ekki sveitin að spyrja. Mýrin borðar það sem hún vill. Úff. Og hann fær aðeins 150 stig, 1760 er hann komið með. Og þá er það Einar Gunnlaugsson. Hann er eini keppandinn í torfærinni sem hefur alltaf farið mýrina. Það er að segja þegar hann hefur lagt af stað út í hana. Og á nýsmíðum drekanum, Nordek-drekanum, þá krosslaði Einar bara butta og vonaði því hann hafði ekki prófað að aka þessum bíl í mýri. En það er það kannski ekki bílinn sem skiptir máli hér, heldur ökumaðurinn. Og það var sama spennan í hans liði eins og í Gísla liði. Nú er þetta spurningin um það að sigra í keppninni. Og eiginkona hans og þjónustulið voru við endamarkið. Og spennan var álíka eins og áðan. Já, og hann lauk tímaþrautinni, fekk 290 stig og sigraði í keppninni á Hellu. Sigraði þar með í fyrstu og síðustu umferð Íslandsmótsins. 5 umferðir voru eknar í sumar, 4 bestu telja hjá hverjum keppenda og úrslit urðu þá þannig að Gísli Gunnar Jónsson hirti Íslandsmeistaratitilinn, en úrslit í þessari keppni urðu þau Einar Gunnlaugsson sigraði Ásgeir Jamil Allansson í öðru sæti og Gísli Gunnar Jónsson komst upp í 3. sæti og sjáðu Guðbjörn Óskarsson. Hann lenti í 4. sæti þrátt fyrir dapurt gengi í upphafi. Úrslit Íslandsmótsins eru þá þannig: Einar Gunnlaugsson lenti í öðru sæti og Ásgeir Jamil Allansson í því 3. En þá yfir í götubílana.
Þar voru einnig 4 keppendur sem gátu náð Íslandsmeistaratitli. Meðal þeirra var Árni Pálsson. Sem fer hér upp í fyrstu þraut á 300 stigum. Vel gert hjá Árna. Hann hefur í sumar verið í forystunni þegar 6 þrautir hafi verið búnar í nánast öllum keppnum sumarsins, en síðan hefur síða ógæfuhliðina og hann hefur aldrei lent í fyrsta sæti. Hrólfur Borgarsson fékk hérna 210 stig og þá er það Gunnar Guðmundsson, hann fær einnig 210 stig. Gunnar Pálmi Pétursson fékk 210 stig í fyrstu þraut og hann er kominn hérna í þraut nr. 2 sem er tímaþraut og fær þar 270, annan besta tíman, 250 stig í heildina fyrir þá þraut. Gunnar Guðmundsson tók besta tíman í þessari tímaþraut, Árni Pálsson annan bestan tíman, en hér er Rafn Arnarsson, hann kláraði ekki brautina, fekk aðeins 124 stig fyrir hann eftir að það var stoppað hérna í síðustu brekkunni og það er sami afslátturinn á stýrið eins og venjulega. En staðan þá þannig að Árni Pálsson er efstur með 520 stig, í öðru sæti er Gunnar Pálmi með 460 stig, síðan koma þeir jafnir Hrólfur og Gunnar Guðmundsson. Þriðja þraut og Árni og Gunnar Pálmi fer hér fyrstur eins og sjá má. Þetta var spurningin hlíðarhalla og síðan þurftu þeir að ná upp hraða í gegnum þetta hlið til þess að komast upp á klöppina. Svipuð klöpp eins og í sérútbúnarflokknum í þriðju þraut. Og Gunnar Pálmi fær 230 stig, komið 690, þá var það Rafn Arnar. Rafn var aðeins með 354 stig fyrir þessa þraut. Það er hér 220, komið 574 og Hrólfur Borgarsson. Nei, tekur þetta ekki þarna gróflega. 50 stig í refsingu þarna og fær hans 170 stig. Fyrir fram að fjölmarga áhorfendur á þessari EJS torfærukeppni á Hellu, haldin af Flugborgunarsveitinni á Hellu. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Og hann fær 230 fyrir lengdina, 50 refsistig. Og staðan er það þannig að Gunnar Pálmi er efstur með 690, í öðru sæti Gunnar Guðmundsson og í þriðja sæti Hrólfur Borgarsson með 590 stig. Og það er ljóst að slagurinn stendur nú á milli Gunnars Pálma og Gunnars Guðmundssonar. Hvor sá er sigrar í þessari umferð verður Íslandsmeistari, en hér fær Rafn Arnar 200 stig, komið 774. Hann brýtur hér eitthvað. Þá er það Gunnar Guðmundsson. Nei, hann missir niður allan hraða hérna og situr fastur, komið 800 stig og Árni Páls. Hann fer ekki lengra en þetta og hann fær 150 stig og þá er það Gunnar Pálmi. En hittir ekki á endarhliði, fær 210 stig, komið 900 stig alls og situr í fyrsta sæti. Í öðru sæti er Gunnar Guðmundsson, í þriðja sæti er Hrólfur Borgarsson. Fimmta þraut var tímaþraut rétt eins og í sérútbúnarflokknum og hér er það Hrólfur. Þetta var nákvæmlega sama braut og í sérútbúnarflokknum og sami bakkinn sem að menn þurfti að fara upp á þarna í lokin. Götubílaflokkurinn fór á undan og hér snertir Hrólfur eitt dekk, 20 stig farin þar í mínus. Og Hrólfur gerir þetta glæsilega, nær besta tímanum, 47 sekundur að aka brautina. Fekk 280 stig og er þar með komin upp í annað sæti með 10 stiga forskot á Gunnar Guðmundsson. Gunnar Pálmi Pétursson er nefstur með 1125. Sjötta þraut og þar mættu aðeins 3 keppendur í brautina. Gunnar Pálmi Pétursson fekk 300 stig fyrir sitt framlag hér. Hrólfur fór hins vegar út úr braut og fekk ekki nema 200 stig fyrir brautina, en Gunnar Guðmundsson sat eftir með sárt ennið á bakka árinnar. Einhver rafmagnstruflun olli því að bíllinn gekk ekki og hann fekk engin stig fyrir þessa braut. Þannig að Gunnar Pálmi stóð með Pálmann í höndunum, 1425 stig. Rafn Arnar var komin upp í annarsæti með 1304 og Hrólfur Borgarsson með 1260 í þriðja sæti. Sjöunda þraut, tímaþraut, nánast svo sama og í sérútbúnarflokknum. Gunnar Guðmundsson fekk hérna 250 stig, komið 1300 stig, aðeins ein þraut eftir og Árni Pálsson fekk 240 stig
Gunnar Pálmi Pétursson þurfti að klára þrautina til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn þó ein þraut væri eftir. Því þá væri hann komið með slíkt forskot á Gunnar Guðmundsson að Gunnar Guðmundsson gæti ekki ógnað honum. Og því myndi Gunnar Pálmi, og hann sá í hillingum Íslandsmeistaratitilinn. Og hann var í höfn þegar Gunnar Pálmi var í höfn. 2 titlar á þessu ári, stórglæsilegur árangur hjá Gunnari Pálma sem kemur frá Höfn í Hornafirði. Hér er Kristján Hreinsson, hann hlaut aðeins 515 stig í þessari keppni eftir þetta skot. Kveikir þarna í bensin í sólbrein og það springur út í gegnum Blöndung. Fer illa með spjöld í Blöndungnum og Rafn Arnar fekk hérna 230 stig og er með 1534 stig þegar aðeins ein þraut er eftir í götubílaflokki. Og staðan er ljós, Gunnar Pálmi Pétursson orðinn Íslandsmeistari er hér komið 1725 stig, í öðru sæti er Rafn Arnar og aðeins Mýrin eftir og Árni Pálsson gerði hér það sama eins og í síðustu þraut, bakkaði í rásmarkinu til þess að ná upp hraða. Átti nú ekki von á því að keyra Mýrina hér til enda. Ekki með neitt nýtró inni og hann spændi svona bara beint af augum, út úr braut og út og suður. Keyrði síðan í gegnum endamarkið en fekk aðeins 100 stig fyrir brautina þar sem það var fyrir löngu síðan komin út úr braut. Hér vantar nú kannski manninn með rauða flaggið. Þá er Gunnar Pálmi, lagði af stað út í Mýrina og satt þar fastur með 50 stig. Lauk keppni með 1775 stigum í fyrsta sætinu. Nú Hrólfur átti möguleika á því að komast upp fyrir hann en honum verði ekki að ósk sinni, hann satt fastur hér í Mýrinni eins og aðrir í götubílaflokknum og lauk keppni í öðru sæti með 1600 stig á meðan Rafn Arnar var í þriðja sæti með 1564 stig og í Íslandsmótinu var það Gunnar Pálmi sem hlaut 70 stig og varð Íslandsmeistari. Í öðru sæti þar var Gunnar Guðmundsson og í því þriðja Hrólfur Borgarsson. Næstu helgi verður keppt í sandspyrnu á Akureyri á laugardaginn nánar tiltekið. Það er Sjalla og Sónag sandspyrnan, 2 umferðir í Íslandsmótinu og við verðum með það hér í næsta þætti af viku liðinni ásamt úrslitum Íslandsmótsins í rallycrossi framfór á sunnudaginn. Það var ekki tími fyrir það hér í kvöld. Sjáumst stress af viku liðinni. Bless, bless.